ef samt sem aður stjórnarmenn horfa til hagsmuna hluthafa þá eiga náttúrulega hámarka virði hluthafa og þá náttúrulega Íslandsbanki bjóða aðeins betur. Þetta þá tala þess að 10% álag sem út frá hagsmunum hluthafa Kviku. Já, út frá hagsmunum hluthafa Kviku náttúrulega. Og það náttúrulega þeir sem taka Arion byrjaði og síðan kom Íslandsbanki og bauð herra. Já, það er náttúrulega fórstjóri og stjórn Kviku sem tekur ákvörðun hvorum þeir ætla að byrja að hefja viðræði við svo að og hverju vilja saminast og að það náttúrulega eðlilegra, þú veist, að þeir horfa á hagsmuni hluthafa þess að býður best að þá náttúrulega er það náttúrulega líklegra. Svo náttúrulega stórmáli vill Kvika eitthvað fara í þennan dans vegna þess að þetta mun náttúrulega, það er alveg ljóst að þetta mun setja allt í fristinn í báðum fyrirtækjum í kannski svona 1 ár. Og svo náttúrulega verður samkemsa eftirlitið mjög lengi að taka ákvörðun og fjármála eftirlitið Seðlabankans sem nú töluvert hefur nú verið heldur snegra sko en þetta verður mjög langt ferli og meðan er lítið hægt að þróast sko. Þegar þú segir að setja allt í fristinn, þetta er ansið gott orðalag hjá þér. Við erum í rauninni að tala það þá að samkeppniseftirlitið fyrir ofan í þetta mál vantarlega, er það ekki? Jú. Það tekur kannski 1 ár að fá þá eitthvað niðurstöðu út úr því hvort af þessu verður, en ertu þá að segja að þau báðir bankarnir geti lítið hreyft sig á meðan? Já, ég held að kannski það komist óvart að skömmu eftir þessa viðræður þá hafi bara Kvika koma og sagt, við ætlum að tilkynna þeir útrásina inn á íbúðalánamarkað sko, en þess að þetta ferli hefði verið hafið fyrir einhver alvöru, að þá hefði þetta eiginlega ekki verið hægt sko. Það er bara þannig að það er bara ákveðin einhver skipti hlutföll og það er viðræður og þú ert ekki að fara að taka bankarnir eru auka kostnaður svo framvegist er kannski frekar skera niður kostnaði þú ert ekki að fara að taka einhver stórar ákvarðanir á meðan svona ferli að breytingar sem eru og með þess að sko smæstu ákvarðanir verða þungar í svona ferli svo að það komir ekkert óvart að Kvika kom og dreif sig bara að bjóða upp á þessi íbúðaláni í kjölfara þetta byrjaði bara einhvern mann ekki hvað var 1, 2, 3 dögum seinna sko.